Þá segi ég 34. fund sveitarstjórnar Rangárþings Ytra 16 og býð ykkur velkomin til fundar. Áður en við göngum til fyrirliggjandi dagskrár, þá ætla ég að gefa Ágúst Sigurðssyni sveitarstjóra orðið. Þannig að fara yfir helstu atriði milli funda. Gjörðu svo vel, Ágúst. Takk fyrir það, Tutti. Það sem að helst er efst á baugi hjá okkur er endurskoðun reikninga. Hún í fullum gangi núna og við erum komin lengra heldur á sama tíma í fyrra, þannig að við erum vongóð það að við getum haldið áætlun með þetta. Það er verið að vinna í samstarfsverkefnunum núna þessa dagana, húsakynni, vatnsveitan, Oddi og sem er nauðsynlegt því að allt fellur þetta síðan inn í endurskoðun reikninga sveitarfélagsins. Þannig að það gengur ágætlega. Nú af Rangárljósi er það að frétta að það var verkfundur í morgun og það er líklega 9. verkfundurinn okkar. Þannig að verkfundir alltaf á 2 vikna millibili og það verkið er nokkurn veginn á áætlun og þrátt fyrir að hafi nú aðeins breyst veðri núna þá erum við bara, þetta gengið ótrúlega vel. Og fyrstu 7 áfangarnir eru nánast að klárast og núna er að byrja eftir næstu helgi verður lagt á staðinn niður í Þykkvabæ og annað kvöld er reyndar fundur niður í Þykkvabæ sem verður svona farið yfir þessar plön næstu vikna til kynningar og samráðs við íbúa og líka bara fyrir alla sem eru áhugasamir verkefni. Það bara kemur fram hvernig staðan á því á þeim fundi. Það er áfangar 8 og 9 sem sé Þykkvabærinn og þá eru nú í rauninni fækkar nú áfengunum sem eftir eru. Það má segja að við séum á þessum tímapunkti að nálgast það að vera komin með 60% af heildarverkefninu. Þannig að það eru ágætar fréttir. Nú, Oddabrúin sem er annað svona framkvæmdaverkefni þó það sé nú öðruvísi heldur en ljósleiðarinn, að það er verið að vinna í því líka og það gengur svo sem samkvæmt okkar áætlunum. Það er búið að steypa þessar niðurrekstrarstaura og þeir eru á leiðinni á staðinn. Þeir eru að undirbúa það bara og niðurrekstrarflokkur vegagerðarinnar kemur mjög fljótlega og klárar það verk, þannig að því sé lokið og eins er ganga frá endanlega veglínu. Nú samráð við bæði landeigendur sem eru nú kirkjan og ríkið aðalega, að það hefur farið fram og allir áfram þetta, að þessi vegur sé lagður og sömuleiðis umsögn frá lögbundnu umsagnaraðilum, Minjastofnun og Fiskistofu. Þetta er allt í góðu ferli. Nú síðan er það að þessum árstíma er byrjað að undirbúa sumarið, bara að skipuleggja sumarvinnuna, vinnuskólan og umhverfismálin í vor og sumar, undirbúa það að fara í umhirðu grænna svæða og í þær nýframkvæmdir í gatnagerð sem að fyrir liggja. Þetta er alltaf að rúla af stað hjá okkur. Nú, það er búið að vera mikið af allskyns fundum upp á síðkastið, þetta er alltaf hægt að finna sér fundi að sækja ef út í það er farið, þegar það er mikið að gerast og mikið verið að fjalla ferðamenn auðvitað hér hjá okkur. Eins og verið hefur undanfarin ár og einn slíkur fundur var núna fyrir nokkrum dögum svo kallað DMP eða Destination Management Planning, sem er eitthvað sem að Ferðamálastofa beitir sér fyrir all land og er í rauninni eins konar stefnumörkun fyrir ferðaþjónustuna og þar sem að er verið að passa upp á það að það sé ekki bara að hugsa fyrir ferðamönnunum, heldur líka íbúunum sem búa á þessum ferðamannastöðum
að þetta geti nú allt unnið saman, því það skiptir þetta mjög miklu máli að það sé ekki að þetta pyrri nú engan, þessi nýja atvinnuvegur sem þetta svo verðmætur okkur, allt þarf þetta nú að ganga fyrir íbúana á hverjum stað líka, að þeir geti lifað með þessari viðbót í íslenskt atvinnulíf. Nú síðan vil ég nefna merkilegan fund sem að ég held að snerti okkur mjög, það mál innan tíðar, og það þessi bylting sem í gangi og framundan í rafmagnsbílavæðingu. Við þekkjum það auðvitað, þetta búið að vera í áratugi, svo sem við vitað að þetta væri einhver möguleiki, en þetta var svona gengið hægt og þróast hægt og rólega, en núna greinilega að verða mjög snör bylting í þessu. Og hér var mjög áhugaverður fundur með fólki sem þekkir vel til í þessum orkumálum og þekkir orkumálin og sérstaklega rafmagnsbílana frá öllum hliðum, og þar menn að spá því að innan ekki mjög margra ára þá verði bara allt önnur staða í þessu. Og þetta skiptir auðvitað máli fyrir okkur hér á þessu svæði líka, hvernig við skipuleggjum okkur og hverju við þurfum að gera ráð fyrir. Og 2020 telja menn að þetta verði komið ótrúlega langt. Í það minnst að var það upplifun fyrir mig að mæta á þennan fund og kynna þessu betur. Síðan var eitt málefni sem við erum reyndar að fjalla á þessum fundi sem snýr að húsnæðismálum, sem eru líka málana hjá okkur eins og öðrum, að Íbúðalánasjóður gekkst fyrir mjög fróðlegum fundi húsnæðismál, þar sem þeir voru að kynna þær upplýsingar sem að Íbúðalánasjóður býr yfir og það innlegg sem að hann getur komið með inn í meðal annars húsnæðisáætlanir sem að við erum að vinna rétt eins og önnur sveitarfélög. Og þannig að, og þar fann maður að þetta auðvitað eitthvað sem að allir að fást við all land. Það þessi aukna eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði, leiguhúsnæði og þessi bylgja húsbygginga sem komin í gang. Þessu tengt auðvitað hefur verið ánægilegt hér á skrifstofu okkar sveitarfélags að það heilmikið líf í því að menn sé að sækja lóðir og spurjast fyrir lóðir og að velta fyrir sér framkvæmdum. Mér finnst það að hafa verið áberandi síðastliðinn mánuð. Takk. Takk fyrir þetta, Ágúst. Þá göngum við til dagskrár. Það fyrsti liður. Byggðaráð Rangárþings ytra, 30. og annar fundur. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina, orðið laust. Ingvi Karl beðum að gera svo. Já, þetta mig langar að fá að aðeins að taka út úr byggðaráði fundargerð stjórnar Suðurlandsvegar og fá að leggja hérna fram smá tillögu varðandi það. Gjörðu svo vel. Tillagan svohljóðandi að fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings ytra leggja til að yfirlit hlutafjáraukningu Suðurlandsvegar 1-3 HF verði lagt fram til kynningar á næsta reglulega fundi byggðaráðs 22. mars 2017. Takk fyrir það. Orðið laust þessa tillögu og fundargerð byggðaráðs. Ágúst Geirsvöld. Já, þetta ég bara tek undir þetta, mér finnst þetta að vera góð tillaga að kynna þetta vel, þessar hlutafjáraukningu, þannig að allir séu með á nótunum í þessu mikilvæga fyrirtæki okkar sem við eigum stóran hlut í. Takk. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós, þá ætla ég að bera upp tillögu álista. Þeir sem að geta samþykkt hanageðmerki. Hann samþykkt samhljóða. Þá ætla ég að bera upp tillögun öðru leyti í heild sinni, þeir sem að geta fundargerð byggðaráðs í heild sinni, þeir sem að geta samþykkt hanageðmerki. Staðfest samhljóða. Þá
Okkur viljið 2, skipulags- og umferðarnefnd, Rangárþings ytra, 107. fundur. Það 2.1, endurskoðun aðalskipulags Rangárþings ytra. Ég fer yfir þetta með hefðbundnum hætti, þið gefið mér merki eða viljið kveða ykkur ljós. Það tillaga að, til kynningar. Og þá fyrir við í 2.2, Hvammsvirkjun, deiliskipulag. Það tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samhljóða, þá er það 2.3. Hraun erindi vegna stofnunar lögbýlis. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samhljóða. Það er 2.4, svæði sunnan Suðurlandsvegar, deiliskipulag. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samhljóða. 2.5, Helluva 2, Nes, Vatnsvend. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samhljóða. 2.6, Oddabrú yfir Þverá. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samhljóða. Það eru liður 3. Skipulags- og umferðarnefnd, Rangárþings ytra, 108. fundur. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðru leyti staðfest. 3.1, Minjavellir, lóð, landskipti. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Þá er það liður 3.2, Húnakoll, landskipti. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Þá er liður 3.3, Meiritunga 1, deiliskipulag. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Þá er liður 3.4, Heysholt, breyting á deiliskipulagi og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samhljóða. Það er liður 3.5, Vöðlar, deiliskipulag og það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samhljóða. Þá er liður 3.6, Öldur 3, seinni hluti, deiliskipulag íbúðarhúsnæðis. Það er tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Þá fyrir við lið 4, húsakynni BS 14. fundur. Fundargerðin er lögð fram til kynningar. Liður 5, Oddi BS 12. fundur. Fundargerðin er lögð fram til kynningar. Liður 6, Ungmennaráð, Rangárþings ytra, 5. fundur. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fundargerðina. Orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt það að staðfesta fundargerðina gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. 7. liður, Tónlistarskóli Rangæinga. Fundargerðin er lögð fram til kynningar. Liður 8, umræðufundur oddvita sveitarstjóra í Rangárvallasýslu. Minnispunktar frá 28. febrúar. Ágúst, gef þér orðið. Gerðu svo vel. Takk fyrir ótiti. Það er sem sé, það er nýjung í þessu í rauninni að það tekið upp á því að eiga óformlega fund sveitarstjórar og oddvitar í Rangárvallasýslu þar sem að væri svona bara samráðsfundur óformlegur ýmis mál og reyna að vera með það sirka 2 mánaða fresti eitthvað svoleiðis. Hérna eru sem sé minnispunktar frá þessum fundi sem núna var haldinn bara til upplýsingar, það er svo sem er ekki þannig að það sé verið ákveða ykkur á hluti, heldur bara til að sýna hvað var að tala um. Og þarna var meðal annars eitt atriði sem við þyrftum að taka af skarið með, hvað á að gera við, sem er þetta sem að þeir
kollegar okkar í Skeið og Gnúp störtuð í rauninni að við myndum skoða kost og galla mögulegar sameiningar þessara sveitarfélaga. Og síðan gerist það eins og við ræddum á þessum fundi þarna að þeir í rauninni félagar okkar á Vesturbakka, Þjórsá vilja láta staða numiða sinni. Það er verið að skoða svona fyrir Árnessýslu alla. En við í rauninni vorum tilbúin að fara af stað með þetta. Þannig að við þurfum að taka skarið hvað við gerum í þeim efnum. Og þess vegna þá tillaga það að taka það sérstaklega út þarna til að gefst þó tilefni til þess fyrir okkur hér að fara þessi yfir það. Hvort að við eigum að halda okkar striki bara og fara í að skoða þessi mál þá fyrir bara Rangárvallasýslu eða hvort að við eigum bara að stoppa. Mín skoðun svo að við eigum að safna þessum gögnum og halda okkar striki bara með þetta og sækjum fjármuni frá Jöfnunarsjóði sem eru til tækir í svona lagað og þannig að við værum að gera í sjálfs í svipaða hluti eins og Árnessingar að gera fyrir okkar svæði hér í þessari sýslu. Takk. Takk fyrir þetta, Ágúst. Það liggur fyrir tillaga bókun sveitarstjórnar. Sveitarstjórn Rangárþings ytra telur skynsamlegt að halda áfram því verki sem búið var að leggja drög að og láta fara fram greiningu á kostum og göllum þess að sameina Rangárvallasýslu í eitt sveitarfélag. Lagt til að sótt verði styrk til verksins úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og að samráðsnefnd sem búið var að tilnefna fulltrúa í verði falið að undirbúa gagnasöfnun og sviðsmyndagreiningu. Orðið laust þessa tillögubókun. Engin hvað þessi ljós. Þeir sem að geta samþykkt tillöguna gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá er að liður 9, Rangárbakkar 4, umsókn lóð, Hugo EHF. Líf Halldórsdóttir fyrir hönd Hugo EHF sækir lóðina Rangárbakkar 4 til að byggja á henni gistihús. Það liggur fyrir tillaga að úthluta Hugo EHF lóðinni að Rangárbökkum 4 á Hellu til að byggja á henni gistihús. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn hvert sér ljós. Þeir sem að geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það er að liður 10, öldur 3, umsókn lóðir við Skyggnisöldu, Snjóöldu og Sporðöldu. Steinn Ólafsson sækir allar lausar lóðir við Skyggnisöldu, Snjóöldu og Sporðöldu til þess að byggja á þeim íbúðir til leigu og sölu á almennum markaði. Lóðirnar eru 10 talsins og heimilt að byggja á þeim 20 til 26 íbúðir litið til núgildandi deiliskipulags fyrir svæðið. Það er tillaga að úthluta Steini Ólafssyni 10 lóðum við Skyggnisöldu, Snjóöldu og Sporðöldu á Hellu til að byggja á þeim íbúðir til leigu og sölu á almennum markaði. Heimilt að byggja á lóðum 20 til 26 íbúðir samkvæmt deiliskipulagi fyrir svæðið. Orðið er laust þessa tillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. 11. Langalda 20, umsókn lóð. Eiríkur Ólafsson óskar eftir lóðinni Langalda 20 til að byggja á henni einbýlishús. Það liggur fyrir tillaga úthluta Eiríki Ólafssyni lóðinni að Langalda 20 til að byggja á henni einbýlishús. Það er laustu þessa tillögu. Enginn kveður sér ljós. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefið merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Húsnæðir áætlanir. Staða mála varðandi gerð húsnæðis áætlunar fyrir Rangárþing ytra. Lagt fram minnisblað vinnslu húsnæðisáætlunar fyrir sveitarfélagið. Vinnsla áætlunar komin vel af stað og ætti að geta verið tilbúin innan skamms þegar umbeðnar upplýsingar frá Íbúðalánasjóði og Þjóðskrá hafa borist.
Húsnæðisáætlun er grundvöllur þess að unnt verði að óska eftir samvinnu ríkis í aðkomu að niðurgreiðslum og framlagi til bygging á íbúðum til útleigu. Tillaga er að fela sveitarstjóra að vinna áfram með málið. Jafnframt að undirbúa mögulega umsókn stofnframlag frá ríkinu. Byggðaráði verði jafnframt falið fullnaðar ákvörðun varðandi frágang húsnæðisáætlunar fyrir slíka umsókn. Orðið er laust þessa tillögu. Ágúst Geirsson. Já, þetta er kannski bara að skýra út að við vitum eitthvað ekki hvenær þetta verður auglýst. Það er samkvæmt því sem það er að segja þessi mögulegi stuðningur ríkisins, en samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum þó er að það er talað marsmánuð. Þannig að það er mikilvægt hjá okkur að hafa hennar möguleika opinn, að missa þá ekki af því. Og það er auðvitað að vera að tala bara undirbúa umsókn og þá senda hann inn ef að það þarf að gera það fyrir ákveðin tíma núna í mars. Síðan á auðvitað eftir að koma til umfjöllunar þá ef að eitthvað er í boði. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvað þessi ljós. Þeir sem að geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 13. Erindi og fyrirspurnir frá álista. Félagsmiðstöðin Hellirinn. Yngvi Karl, þú fylgir þess að þetta er vel. Og þetta, já, við erum hér með smá tillögu og greinargerð að tillagan hljóðar svona: fulltrúar álista í sveitarstjórn Rangárþings Ytra leggja til að félagsmiðstöðin Hellirinn verði færð úr fræðslumálum í æskulýðs- og íþróttamálum við gerð fjárhagsráðstafnunar 2018 og félagsmiðstöðin hefur í gegnum tíðina gegnt mikilvægu hlutverki í forvarnamálum. Ungmenn á að telja við eðlilegt að þessi starfsemi sé hluti af æskulýðsstarfi sveitarfélagsins frekar en fræðslumálum. Og það hefur svona verið í umræðinni svolítið að þetta sé undirróta stjórnin en við viljum að þetta sé fært undir íþrótta- og tómstundamál. Takk fyrir það. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Það er tillaga bókun sveitarstjórnar. Það er staðfest að félagsmiðstöðin tilheyrir íþrótta- og æskulýðsmálum málaflokkur 06 en ekki fræðslumálum og því þarf ekki að gera neinar breytingar gagnvart fjárhagsáætlun næsta árs. Einhverjir sem að vilja í orðið lausna þess tillögu. Engin hversu ljós. Þeir sem að geta samþykkt hana gefið merki. Bókun sveitarstjórnar er staðfest samhljóða. 14. Til umsagnar 107. mál til umsagnarfrumvarp til laga breytingar á lögum verslun með áfengi og tóbak og fleira. Smásölu áfengis. Þetta er lagt fram til kynningar. 15. Bergrisinn BS 24. fundur. Fundagerð frá 20. febrúar. Ágúst Geirsson. Nei, Yngvi Karl Geirsson. Vorum við búin að fá einhverjar nánari útlistanir á fjármálunum sem við vorum að ræða eitthvað tíma hér varðandi fjárútlát hjá Bergrisson og skoðum eftir nánari útlistun á varðandi fundagerð fyrir nokkrum mánuðum. Ég man ekki að við höfum bara svona smá. Jó, Ágúst Geirsson. Ég held það, við höfum verið komið það, en þegar þú nefnir það, þá er ég ekki alveg viss. Og ég myndi þurfa þá að kanna það bara og gæti sendt ykkur í tölvupósti ef að það hefur þegar verið gert. Annars að leggja það fram á bara við fyrsta tækifæri hjá byggðaráði eða næsta fundi. Takk fyrir það.
Fundargerð lögð fram til kynningar. 16 félags- og skólaþjónusta, 23. fundur. Margrét Helga gjörðu svo vel. Og kannski eitt varðandi, það er lið 1 undir félagsþjónustunni. Það er vísað í fylgiskjal sem fylgir ekki með varðandi rekstrarniðurstöðu félagsþjónustu og málaflokks fatlaðs fólks. Það væri svona fínt að fylgiskjölum myndi fylgja með, þannig að maður myndi nú vita eitthvað minnihaldi. Takk. Já, ég held ég geti kannski yfir nóg. Gjörðu svo vel. Það var sem sé rekstrarniðurstöðu það liggur eitthvað endanlega fyrir. Og á þeim grunni þá ákvaða þeir að láta það ekki fylgja með, sko. En þessi drög sem lágu fyrir, að þau gefa til kynna að reksturinn sé á síðasta ári bæði í skólaþjónustunni og félagsþjónustunni bara í jafnvægi, sko. Það lítur ágætlega út. Gagnvart fyrri árum, sko, þó að það séu ýmsar blikur á lofti. Við fyrir ekki nána út í hér. Takk fyrir það, en það er bara ástæða til þess að óska eftir því að sveitarstjóri okkar ágætur fylgir þess eftir að það komi á gagn í þetta þegar það er að kemur. Er það ekki? Já, kannski sérstaklega því að í fundargerð er vitnað í fylgiskjal sem fylgir svo ekki með og það er svolítið óþægilegt. Það er bara átt að sleppa því, en ekkert stórmál. Það er betur að sleppa því? Já, rétt. flott. Sammála því. Það kom ekkert. Nei, ég meint, já, Það gott að mátt að vita. tala um eitthvað og svo er ekkert. Það gengur ekki. Það er töluðu þetta, fórhundar. Eða þetta ákoma skýring með því. Þá fyrir við 17, félagsmálanefnd, 41. fundur frá 17. Mars 2016. Hvað þýðir þetta? Þessi skammstöfu. Jæja, Þetta er bara hálfsnúmerið. þetta er hún á 40. fundur. Vísað eftir umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti til kynningar 17.2. Reglur gjaldskrá félagslegrar þjónustu. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti nýja reglur og gjaldskrá. Orðið laust, Ágúst Gjörsvel. Já, ég leitaði eftir sem sé frekari upplýsingum og sem sé hvernig þá gamla gjaldskráin var, bara svo við hefðum hana líka og það er hérna með, en það reynda var nú bara sett inn í dag og það sem sé kemur fram hérna og ég leitaði líka eftir aðeins skýringum á þessu hverju var þá verið að breyta og aðalatriðið er það að það hefur verið sem sé að fylgja nýjum viðmiðum hjá Tryggingastofnun. Þannig að þetta fylgir því algjörlega, en gjaldskráin nýja er sett upp sem það er viðmið við sem sé árstekjur, meðan að gamla gjaldskráin miðaðist við tekjur á mánuði. Þannig að það er svona smá reiknikúnstir við að bera þetta saman. En maður sér allavega að viðmið Tryggingastofnunar hafa hækkað mjög mikið milli ára. Og síðan líka sem mér fannst nú ástæða til að gera aðeins athugasemd við. Það er ekki alveg nógu glöggt í þessu að það kemur ekki fram hvað þetta er hér fyrir aftan, þessar krónur og klukkustund. En þetta er sem sé viðmið gagnvart þrifum. Þannig að það kemur hvergi fram í þessu. Þannig að mér finnst ástæða til að benda á að þetta mætti vera skýrara, þessi plögg frá nefndinni. Takk fyrir það, tek undir það. Ég held að það sé bara atriði að þetta sé svona skýrt og greinilegt og fara ekki á milli mála hvað er verið að byrja sveitarstjórnar að staðfesta sem að sýnist nú vera óhjákvæmilegt og nauðsynlegt í þessu tilfelli þegar að skýringar liggja orðið fyrir. En orðið er laust þetta. Engin hversu ljós, þeir sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögu geðmerki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er dagskráin tæmd og ekki fleira liggur fyrir fundinum og að lokinni yfirferð yfir fundargerð og undirskrift á henni segi ég fundi slitið og takk fyrir góðan fund.